Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Nú ætlum við að ræða dánaraðstoð sem er mál sem liggur fyrir þinginu og hefur verið í einhverju umræðu. Við höfum rætt það hérna við rauðaborðið við fólk sem er svona hvata fólk að því að við tökum þetta upp, heimilum dánaraðstoð hér á Íslandi eins og hefur verið gert sums staðar annars staðar. Það mun vera leyft í Sviss og Hollandi og kannski einhverjum fleiri löndum. En það kom ályktun frá læknafélaginu eða svona umsögn að læknar allavega í félaginu ekki ánægðir með þetta, styðja ekki þessa tillögu og hingað komin Steinunn Þórðardóttir sem er formaður læknafélagsins. Ég veit ekki hvort ég að spyrja þau þínar eigin skoðanir eða læknafélagsins. Þið þurfum náttúrulega að skoða þetta. Já, við höfum þurft að gera það ítrekað í gegnum árin. Já. Og Læknafélag Íslands er aðili að World Medical Association sem eru alþjóðasamtök lækna. Já. Og þau hafa verið alveg frá stofnun mjög skýr varðandi það að læknar eigi ekki að taka líf, að læknar eigi að virða líf. Og þetta er eitt svona lykilpósturinn í okkar siðareglum. Og ég veit að fólk sumir hafa gert kannski lítið úr þessum siðareglum en þær koma til af bara mjög ríkulegum ástæðum. Alþjóðasamtök lækna eru stofnuð upp úr seinni heimsstyrjöldinni þegar að læknar urðu uppvísir að mjög miklum voðaverkum eins og við þekkjum öll. Meðal annars svokölluð deyða fólk bara beint og líka með vanrækslu. Bara virkilega auðvitað hryllilegir glæpir sem að læknar fremdu þarna og þessi samtök voru stofnuð meðal annars til þess að koma í veg fyrir að læknar myndu nokkuð tíman endurtaka verknaði á borð við þessa og þá var náttúrulega tekinur eins og afstæða við yrðum að vera alveg skýr. Þetta mætti aldrei vera neitt grátt svæði, en sem maður er komin á grátt svæði þá er hægt að fara að færa mörkin ennþá meira til. Þannig að hlutverk lækna er að lækna, ef að læknar get ekki lækna þá að líkna en ekki deyða og að virða líf. Það eru læknar sem að starfa í þessum löndum sem ég nefndi áðan og kannski er þetta víðar sem að taka þátt í þessu. Já, og þetta eru læknar sem að taka aðra afstöðu til siðareglunna heldur en þessi alþjóðasamtök gera og bara svo það sé látið fylgja þá er þetta einmitt löglegt í nokkrum löndum og það eru nokkur læknafélög sem eru fylgjandi en lang stærstur meirihluti læknafélaga heims er á móti. Og ég hef tekið eftir ég átt þessar umræður við mitt lækna frá Sviss, Hollandi og ég sé að þeir eru mjög fylgjandi og þeirra félög og ég held leiðort farin yfir línuna og þínir kollegar, þínir félagar eru farnir að veita þessa þjónustu, þá er erfiðar að vera á móti. Þannig að það verður eins og einhvers konar hugsanabreiting eða hugafarsbreyting í þeim löndum. En samtökin í heild eru mjög gegn þessu, það er langt síðan að þau bara í rauninni endur nýjuðu þá afstöðu sína og stóri læknafélagin eins og bandaríska læknafélagið alfarið á móti þessu og þetta hefur verið afstæða læknafélagsins alveg frá upphafi að fylgja alþjóðasamtökum lækna en í ljósi þessa frumvarps sem kom fram núna í vor þá ætlum við að taka umræðina við okkar félagsmenn vegna þess að við vitum að við erum ekki öll sammála. Það eru líka félagsmenn á Íslandi sem eru jákvæðari gagnvart þessu heldur en þessi lína félagsins hefur verið. Þannig að við ætlum að standa fyrir málþingi í lok maí, siðfræðiráðið okkar, meðal okkar félagsmanna til að taka bara á opinskáan hátt þessa umræðu og í kjölfarið þá vantilega gera könnun meðal okkar félagsmanna. En ef það er þannig að læknar hafa bara ólíka afstöðu, að læknafélagið í sjálfu sér er ekki yfir samviska læknana? Nei. Alls ekki, en við auðvitað höfum... Og öllum líkindum verður þannig að það eru bara sumir eru fylgjandi þessu, aðrir eru harðir á móti þessu. Já, en það er spurning hvort þetta verður löglegt eða ekki og það er náttúrulega þar félagið að hafa ykkur á skoðun sem félag. Og þá er auðvitað mikilvægt að við endurspeglum sem best vilja okkar félagsmanna þó eins og þú segir, það verða örugglega alltaf skipta skoðanir. En þá þarf félagið samt sem aður að hafa afstöðu og þeir leita til félagsins af hálfu yfirvalda varðandi stefnu. Sem að ég tel mjög mikilvægt ef að fara út í máli eins og þetta, það sé haft samráð við lækna og þeirra samtök, þannig að það er ætlast til þess að við þá veitum þessa þjónustu og þá þarf þetta að vera í samráði við okkur og þá þurfum við að hafa ykkur að línu. Það eru dæmi, ég veit ekki hvort það sé gott dæmi, en
það var á tímabili afstaða kirkjunnar held ég, að hún setti sig ekki upp á móti því að samkynniðir eruðu blessaðir af kirkjunni, en við getum ekki neitt presta sem að það stríðir gegn samviskuður að gera það. Þannig það geti orðið eitthvað slík niðurstaða sem erði að það er búið að lögleyfa dánaraðstoð, en við getum ekki neitt þig að framkvæma hana. Það er einn vinkillinn á þessu máli og algjörlega hárrétt. En er það góð niðurstaða? Var ekki betra að samfélagi tæki svona skýrað afstöðu í þessu? Mér finnst það, og ef ég fæ að skipta yfir í þá mína persónulegu skoðun sem læknir, af því ég er búin að velta þessu heilmikið fyrir mér eftir þetta kom í umræðuna núna aftur, er að ég er búin að vera að fylgjast með til dæmis umræðun í Hollandi, þar sem þetta er búið að vera leyft töluvert lengi. Og þeir sem tala hvað mest fyrir þessu, þetta er svona efri millistjættar fólk sem að finnst þetta að vera sinn réttur ef að svo ber undir. Og í orðræðinni ber meðal annars á því að læknir sem er ekki tilbúin að veita dánaraðstoð sé siðlaus vegna þess að hann sé þá ekki að lina þjáningar. Ég á mjög erfitt með að kyngja þessu. Að það sé í raunin ekki einu sinni þannig að ég geti samvisku minna vegna neita að taka þátt í þessu, þá sé ég dæmt sem siðlaus af einhverjum. Vegna þess að ég sé þá að horfa upp á einhverja þjáningar og ekki að lina þær, en með því að lina þær þá er ég að deyða mannesku og að deyða aðra mannesku er risastórt mál fyrir hvaða mannesku sem er. En ef ég kem til þín óbærilegum sársauka og bara sálar angist og sé enga lausn, en bara eina sem ég þrái frá því ég vakna á morgnana, ef mér hefur tekist að sofa, er að fá að bara hverfa. Og ég bið þig það sem eini fagmaðurinn sem getur veitt mér það. Hvað ætlar að segja? Það er spurning hvort að ég sé mitt fagmaðurinn sem get veittir það, hvort að það sé mitt hlutverk og hvort við viljum hafa lækna. Þú veist bara skýr lína að læknar deyð ekki. Það er mín afstaða sem einstaklings, sem læknis, að það eigi að vera skýr lína og þegar ég segi þetta þá skil ég að það séu til dæmi fólk sem að upplifi mikla þjáningar og myndi vilja hafa aðgang að þessu og ég veit að það er erfitt að setja þessa línu svona skýrt og neita þegar að fólk er einmitt í óbærilegum þjáningum á engar lífslíkur og það eru til dæmum og ég hef mikla samúð með þessum dæmum og ég ber mikla virðingu fyrir skoðunum fólk sem að segja þarna hefði ég viljað en á móti þá óskar maður einmitt líka til eftir því að það sé borin virðing fyrir þessari skoðun að vilja ekki deyða aðra mannesku og fólk hefur líkt þessu saman við dýr og að dýralæknar svæfi dýr, þetta er bara ekkert líkt við þetta tvennt. Og það að taka mannslíf er bara virkilega erfitt skref og rannsóknir á að sýnda læknar sem að stunda dánaraðstoð, þeir þjást andlega. Þetta fer mjög illa með þeirra sálarlíf, margra hverra. Og maðurinn hefur lengst að vita hvað þetta er, þess vegna voru böðlar með grímu. Til þess að það getur verið í persónuleysi með að fremja þennan verknað. Nákvæmlega, þannig að maður kannski lagði sjálfan sig til hliðar í þessu hlutverki og fór í eitthvað annað. Þú gast ekki horfst í augu við sjálfan þinn að vera að gera þetta sem einstakling. En eitt af því sem er sagt, en læknar eru alla daga að taka ákvarðanir raunverulega líf og dauða, hætta meðferð, gera eitthvað, taka á vél úr sambandi eða gera eitthvað sem þeir vita manna best að mun leiða til þess að viðkomandi mun deyja. Já, en við erum alla daga eins og þú segir að meta horfur, lífslíkur og lífsgæði og yfirleitt þá í góðu samtali við þann sem á í hlut við sjúklingin og við erum ekki að neyða upp á fólk lífslengjandi meðferð sem það vill ekki þiggja. Það er mjög mikilvægt og það er allt annað að halda sér höndunum heldur en á virkan hátt deyða mannesku. Og ef að fólk vill ekki þiggja læknist aðstoð, það vill leyfa eins og er oft talað náttúrunni að hafa sinn gang, þá auðvitað virðum við það. Því að við erum ekki einmitt Guð almáttugur, við stjórnum ekki líf og dauða. Og ætli ekki að sigra dauðan. Þið vitið að endanum munum við öll deyja. Við munum öll deyja og ég held að við mættum ræða það miklu meira sem samfélag líka. Við höfum fjarlægst dauðan mjög mikið. Dauðinn er held ég ferli sem að okkur ber að virða en ekki óttast og ég held eins og segja ef við myndum ræða dauðan meira og hann væri meiri hluti á okkar daglega lífi þá kannski myndi þessi umræða heldur ekki vera kannski komin alveg á þennan stað. Þannig að nú er ég öldrunarlæknir og hef orðið vitna gríðarlega mörgum andlátum
og það einhvern veginn skilur mig eftir með svolítið aðra tilfinningu fyrir þessum loka metrum, þessari friðsæld og fegur sem yfirleitt til staðar ef að fólk fær góða meðferð, líknandi meðferð, og það það sem við eigum að veita. Við eigum að líkna, við eigum að lina þjáningar, við eigum að beita öllu okkar vopnabúri til þess, en að deyða og virkanátt allt annað mál. Ég tala við fólk sem hefur fyllt ástunum sinum í dánaraðstoð og það talar, komið svo tóvart, það talar þetta sem fagrastund. Þú ert erfitt með ímyndu að það? Ég á ekki erfitt með ímyndu með það, nei. Og svo ég láti það líka fylgja og ég vil bara vera auðmjúk í þessar umræðu, að þetta ekkert einföld umræða. Þú ekki að dæma þá sem að kjósa? Alls ekki, ég alls ekki að dæma og ég var sjálf, jáfnvel fylgjandi þessu áður en ég fór að hugsa það nánar. Ég skildi mjög vel af hverju fólk vill að þetta sé hægt. Ég skildi það bara mjög vel. En svo þegar maður átt að segja á því, ef þú ert búin að leyfa þetta í einhverju mynd, í öllum þessum löndum þar sem það hefur gerst, þá hafa mörkin færst til. Hvernig þá? Þetta hefur byrjað að vera eitthvað sem að menn setja mjög skýrt í lög yfirleitt, að þetta eigi að vera bara fyrir einstaklingar sem eru með sjúkdóm sem mun draga þau til dauða, innan yfirleitt frekar stutts tímaramma og með óbærilega þjáningar. Svo er búið að taka það, til dæmis í Kanada, út úr lögunum að þú þurfir að eiga stutt eftir og vera með lífshótandi sjúkdóm. Þannig að það eru bara óbærilegar þjáningar. Það geta verið alls konar. Ég get skilgreint að ég lifi bara sálarkvalir. Já, og þá áttu rétt á þessu. Þannig það er mat viðkomandi einstaklings, hvort að þjáningarnir svo óbærilegar. Það er ekki hægt að mæla þær. Það er ekki hægt að mæla þær, en það er heldur ekki hægt svo maður fara aðeins í annan vinkil á þessu að mæla hvort að fólk að gera þetta algjörlega eigin forsendum eða forsendum einhvers annars. Og við hefum til dæmis rætt þetta varðandi eldra fólk sem upplifir sig byrði eða fólk sem upplifir sig byrði vegna síns sjúkleika á samfélaginu, á öðrum, á sínum aðstandendum. Á maka þegar langveikt fólk getur upplifið það mjög að það horfir á það hvaða áhrif sjúkdómurinn hefur á líf makans og hvernig og við þekkjum það bara hvaða getur verið stórt hlutverk að vera maki langveiks sjúklings. Og maður veit ekki hvað í gangi í höfðinu á mannesku í þessum spúrum. Þá erum við kannski að tala að hefur samfélagi gert allt sem að þurfti, til dæmis að veita fjölskyldunni stuðning sem er með langveikan. Þannig að það upplifi ekki að það sé þessi byrði á ástvinum sínum. Og það er það sem ég svo hrættum að ef þetta er orðin leið út, að þá minnki pressan á samfélagið að standa sig almennilega gagnvart fólki í þessum spórum sem er langveikt, sem þjáist eins og í Kanada, og svo ég teki dæmi það land aftur, þar er líknarmeðferð ekki búið nema fyrir fáa. Þetta er dýr meðferð þar, fæstir af aðgangaðinni og þá fer dánaraðstoð að verða eini raunhæfi valkosturinn. Í staðin fyrir að bæta líknarþjónustuna, gera hana aðgengilega öllum, að þá fer fólk að leita í þessa átt. Það kemur svona stjættarvinkillinn í þetta þeir sem að eiga eignir og fé geta fengið allra bestu aðstoð sem hægt er og dánar aðstoð er þá svona þrautarlending en hjá þeim sem eru fátækir að þá er dánar aðstoðin bara fyrir að verða kannski ekki fyrsti kostur, en mjög fljótlega. Já, og það er þetta sem ég veist ókveikjandi og ég veit að þeir sem tala fyrir dánaraðstoð segja að við bara pössum upp á þessi mörk, en getum að lofa því alla framtíð, að þessi mörk munu vera óbreytt hér alla framtíð. Hér breytum við stjórnvöld, það koma aðrir aðilar til valda sem hafa kannski aðrar hugmyndir og eru meira tilbúnir að færa þessi mörk og þá erum við búin að setja læknana yfir línuna. Við erum búin að leyfa þeim að deyða í sumum tilveikum. Þá er miklu auðveldar að íta þeim lengra ef maður á annar borð búin að fara, þessi lína er svo skýr, við deyðum ekki, en leiðurum komin yfir hana þá er hægt að fara að íta okkur lengra og það er það sem eins og ég segi hefur gerst og það er þessi stjættavinkill klárlega til staðar og það eru fleiri vinklar eins og nú er ég öldrunarlæknir og vinn mikið með fólk með heilabilun og það var dæmi frá Hollandi sem að virkilega sló mig að það er kona sem greinist með Alzheimer sjúkdóm, segir sjálf bara mjög stutt eftir greiningu ef ég þarf að fara á hjúkrunarheimili þá vil ég frekar deyja. Og ættingar hennar bara sammála þetta og hún tekur þessa ákvörðun. Síðan kemur að því bara einhverjum árum setna að hún er orðin þetta slæm, hún þarf aðstoð allan sólarhringinn, þarf að fara inn á hjúkrunarheimili. En þá er hún ekkert lengur á þeim stað að vilja deyja. En hún er náttúrulega orðin veikari. Og aðstandendur eru alveg harðir á því að virða þennan viljanar frá því mörgum árum fyrr. Það sem að hún var ekki neinni aðstöð til þess að meta stöðu sinni í dag. Nefnilega.
Og ég meina, ég þekki bara svo marga sem að fara í gegnum hennar sjúkdóm og ég meina og eiga mörg góð ár. Og þarna tekur ákvörðin í ykkur áfalli yfir þessari greiningu. Mörgum árum setna ertu á einhverjum allt öðrum stað. Þannig að það fenginn til læknir, það laumað lyfi í kaffi hjá henni til þess að svæfa hana svo að sé hægt að gefa henni þessa sprautu. Hún sofnar ekki almennilega og svo byrjar hún að berjast á móti og fólki hennar heldur henni niðri meðan læknirinn sprautar hennar með banvænu lyfi. Og þetta fór fyrir dóm og læknirinn sýknaður. En mér finnst þetta bara svo ókveikjandi dæmi. Ætlum við að halda fólki niðri og sprauta það. Og ég meina þetta bara í Hollandi. Þetta siðmenntað land. Að halda svona get ekki gerst hér væri barnaskapur á mínum mati. Þú ert eiginlega að lýsa svona eins og eitthvað svona einfallleiki í því hversu virði líf eins og við getum að ímynda okkur bara unga mannesku sem vill frekar degi heldur en vera 64 ára Það alveg hægt að sjá það fyrir sér En við þekkjum það alveg að fólk sér fyrir sér að þetta myndi henda mig að þá væri ég bara frekar til í að deyja en svo ert í aðstöðunni þá bara allt aðra forsendur og það sem að við teljum vera forsendur fyrir því að lifa góðu lífi að við erum svolítið frek á það en svo þegar við missum mikið af því og missum alls svona getu að þá lífið samt dýrmætt. Ég held að þetta sé alveg rosalega sterkur punktur í þessu og það þetta sem líknarlæknarnir hafa mikið talað Líknarlæknar eru flestir á móti dánaraðstoð þótt að þetta séu læknarnir sem eru einmitt með hópinn sem þjáist og með þessa erfiðu sjúkdóma og samkvæmt þeim og þeirra reynslu þá er fólk með lífsgæði þrátt fyrir þetta, það hefur eitthvað út úr lífinu þó það sé svona veikt og yfirleitt löngun til að deyja mest í byrjun einmitt þegar maður greinist með eitthvað sjúkdóm maður sér bara fyrir sér eitthvað trilling en svo eitthvað neginn bara heldur lífið áfram og fólk finnur innihaldið í því, alveg svo ert að lýsa. Þannig að mér finnst líka svo áhugavert, það var rannsókn sem var gerð í Bretlandi á afstöðu sérgreina, mismunandi sérgreina lækna til dánaraðstöðar og þeir læknar sem voru mest á móti eru líknarlæknar, taugalæknar, krabbameinslæknar, öldrunarlæknar, læknar sem eru mest í tengslum við deyjandi fólk og erfiðustu sjúkdómana. En það þá þannig að þeir læknar sem hafa fallist á að taka þátt í þessu koma ekki úr þessum hópum heldur koma annars það frá eða? Nú bara verði að viðkenna, ég þekki það ekki en ég held reyndar að það sé nú oft þannig að þau séu úr þessum hópum og líkur hópi heimilislækna. En þær sérgreinar sem eru svona ólíklegastar til þess að koma að þessu eru yfirleitt mest fylgjandi. Það hefur líka sýnt sig. Við sitjum við rauðaborðið og erum ofta að velta fyrir okkur hvernig við hegjum samtali í samfélaginu og stundum við efins að vettvangurinn sé klára við sem ofta reyna að draga ótrúlega flókna umræðu kannski í gegnum vettvang sem ekki ræðu við hana. Hérna erum við með mál sem að spannar eiginlega bara alla mannlega tilvist okkar. Þetta er einkanlegt mál, við erum að virða bara einkanlega afstöðu fólks, þetta er siðferðislegt mál, þetta tengist menningu okkar og þetta tengist hvort við lítum á hvert líf sem heilagt og hver þess búinn að taka ákvarðanir skil á milli lífs og dauða. Þetta er alveg rosalega stórt mál. Hvernig ætlið þið að fara með þetta gennum læknafélagi? Félagsfund og... Já, einmitt. Við ætlum að leysa þetta allt á félagsfundi og fá okkur kaffi og kleinur. Þetta ekki einfalt. Við verðum aldrei sammála og eins og ég sagði áðan að þá virði ég fullkomlega þá sem eru ekki sammála mér. Og mér finnst þetta ekki svart og hvítt, mér finnst þetta ekki klippt á skúrið og þetta hefur valdið mér, getum maður sagt, svefnlausum nóttum af því að þetta er alveg ótrúlega víðfeðmt málefni út frá siðfræði og heimspeki og bara öllu þessu sem þú ert að nefna og ég held að við verðum aldrei sammála en ef ég tek aftur mína persónulegu skoðun og mér bandaríska læknafélagi setja þetta svo vel fram, svo skýrt, þannig að maður skilur. Fyrsta lagi, læknar eiga lækna og líkna, punktur. Og ef að dánaraðstöðu leyfð, þá ekki hægt að stjórna henni. Þetta er þeirra skoðun. Þetta úrræði... Ef þú opnar ferði við línuna. Já, þetta er oftu notað í svona siðferðislegum málum. Ef þú fjarlægir hennar þröskuld, þá mun allt flæða henni. Það nefnilega mál og það hefur því miður gerst. Og annað dæmi frá Belgíu, þar kona í ástarsorg, vissulega búin að eiga við geðræn vandamál að stríða, alla sína æfa einhver leiti, í ástarsorg og fær dánaraðstöð. Systur hennar kæra læknin.
Ég meina, konan í áfalli og hún bara horfin. Það ekki hægt að taka þetta tilbaka. Þessi kona var 30 eitthvað ára. Ég meina, hún átti áratugi eftir og þarna einhver valkostur komin á borðið sem að maður tekur aktíva afstöðu til, herru, ég get líka bara farið þessa leið, þetta opið fyrir mér. En hún hefði getað svist sig lífi sjálf? Hún hefði getað gert það og þeir sem tala fyrir dánaraðstoð segja þetta það, sérstaklega fyrir veikt fólk sem þjáist einmanaleg leið að fara og ég get alveg verið sammála því og ég veit að margir eru mjög, hvað maður að segja, þetta mikið áfall þegar ástvinnu tekur eigið líf og gerir þeir einsamt. Getur verið hryllilegt. Já, þannig að ég skil það líka og þannig að eins og ég segi, ég virði þennan málflutning og flækjustíð í þessu. En ég held að maður horfir á samfélagi sem heild og stóru myndina og maður hugsa kost og galla, þá þó sem vissulega séu til dæmi og örugglega fleiri en 1 og fleiri en 2, það sem hefði verið gott að hafa aðgang að þessu, þá eru dæmin þar sem að þetta mun gera lífið erfiðara miklu fleiri. Og að fólk mun upplifa þrýsting og samfélag eru farin að reikna út, samfélag sem eru eldast eins og við, eru að reikna út hvað mun dánaraðstoð spara okkur mikið í því að sjá gamla fólkið okkar. Og maður, ég meina á þeim aldri sem maður er á núna, maður veit að þegar maður guðlofar verður áttræður nýræður, að þá verða ekki mjög margar ungar hendur til að sjá hann. Við þekkjum þessa tölur. Og þá er þetta ein leið sem að ég veit að mér stendur til boða. Ég get létt undir með samfélaginu með því að láta mig hverfa. Þó ég hafi ennþá kannski gaman af fólkinu mínu og ykkur lífsgæði, en ég náttúrulega fyrir, ég baggi, það er þetta sem ég á ágjör af. Það valkostin, það verður engin bjalla sem að þú getur ýtt á, heldur verður bara morfín og svo dánaraðstoð. Það gæti orðið þannig og það er líka verið, þegar þetta er hægt, þá er búið að stilla þér upp fyrir framan enn valkost. Þú sagðir áðan að þegar þú fórst að skoða þetta, þá hafi verið svona frekar jákvæð, þannig að þú hefur gengið í gegnum svona breytingar. Mjög miklar og ég hef alveg hort. Hvaða hugmyndir voru það sem þú lagðir upp með? Það sem varst jákvæð, sem að skoðunin, hvað getur vorið að sigraði, að þetta er svolítið svona eins og glíma, þetta er mjög persónulegt mál, hvernig maður tekur afstöðu til þetta. Það er nefnilega máli og þessna finnst mér svo mikilvægt að þessi umræða fari fram án gífurirða og af virðingu, vegna þess að þetta er óbúslega persónulegt hvað afstöðu tekur til þess. Hvað breyttist í þér? Það sem ég hugsaði fyrst var einmitt bara þetta út frá einstaklingi, ég meina segjum þetta væri minn ástvinur eða ég sjálf. Sem að þjáðist óbærilega og segja enga leið aðra en þessa, þá myndi ég vilja að þetta vera hægt. Það er þannig sem ég hugsaði það. Og ég hugsaði allir mína ástvini í þessu samhengi og mér er alveg hrikalegt að vita til þess að þeir myndu þurfa að fara í gegnum einhvern opbóðslega erfiðan tíma fyrir dauðan. Og maður vill að fólk haldi sinni reisn og allt þetta. En svo þegar ég fór að hugsa þessa línu og hvað það þýðir að fara yfir hana og hvað það þýðir fyrir alla í samfélaginu, ekki bara þá sem er í þessum sporum heldur alla, að þá kom þessi ótti við þrýstingin og við það að við til dæmis hættum þá að standa okkur gagnvart þeim sem að standa höllum fæti vegna þess að þetta sé þá einhver leið eins og er þarna í Kanada, við bara sinnum ekki líknandi meðferð, það er ekki í boði fyrir alla, þannig að þetta er leiðin, þetta geta allir gert. Mér finnst þetta mjög ógnvekjandi og það var þá sem ég hugsaði, ok, ég skal þá bara taka hinu, að þetta verði þá að vera svona og eins og líknarlæknarnir segja líka, við getum gert betur í líknandi meðferð, við getum meðhöndla langmest af þessum þjáningum og svo auðvitað getum við haldið okkur höndunum, við erum ekki að halda fólki á lífi ef það vill það ekki. Við leyfum því að fara eða vill fara en við tökum ekki lífið af þeim samt. Þannig að mér finnst þetta, ég ætla að hugsa út frá sjálfur mér og mínu fólki, ég ætla að treysta líknalæknunum, kerfin okkar til þess að sjá vel okkur og ef svo er ekki þá ætla ég að berjast fyrir því að það verði lagað. En mér finnst samfélagið þarf að vera orðið ansi fullkomið gagnvart þeim sem standa höllum fæti til þess að við getum fara að ræða eitthvað eins og þetta. Og síðan náttúrulega hafa komið ennanur röku upp að ég meina akkur þurfa læknar að vera involveraðir í þetta. Akkur þarf lækni til þess að sjá þetta. Viljum við kannski að læknar sé í öðru? Akkur þetta læknisverk? Hver er það að gera það? Ég hef ekki hugmynd. Nei, það er bara góð spurning. En það er ekkert sjálfsagt að það séu læknar. Það er ekki niðurstaða þín að þú kemst til að því að við getum kallað þetta fordæmingu eða bara ákvörðun okkar menningar að þetta sé ekki í boði. Að það hafi bara kynslóðurnar og tíminn hafi bara haft vit á því að segja að þetta er bara no-no. Í mér finnst það eftir ég hef hugsað þetta djúpt.
Og Þegar okkur hættur oft til þess að gamle dagarnir séu heimskir en nútíminn alltaf svo klár. Einmitt. En líka þetta að mannslíf allt annað heldur, þetta einhvern veginn eitthvað sem ég held að sé mjög heilagt fyrir okkur og heilagra fyrir okkur heldur við áttum okkur á. Og ég held að forsötu góð samfélags að líta svo á hvert líf sé heilagt. Einmitt, og við reynum að gera vel og við getum fyrir hvern og einn. Og enn eitt dæmi, fólk með einhverfu að fá dánaraðstoð því að það einmana í þessum löndum. Maður hugsar, ætlum við ekki að taka þetta fólk inn í samfélagið okkar? Ætlum við ekki að reyna að leysa þeirra þjáningu öðruvísi? Ætlum við að segja, heyrðu, þú getur líka bara látið þig hverfa. Þetta að mínu mati opaslega óþægilegt þegar maður fer að kafa honi hvernig gengur í hinum löndum. Þannig að leiðu opnar þess að gátt að þá eiginlega koma skilaboð til tiltekina sjúklinga og hópa að kannski segja bara best fyrir öllu að þú hverfir. Já, þú getur algjörlega upplifið það. Þú getur algjörlega upplifið það. Best fyrir þína ástvinni og best fyrir samfélagið. Einmitt. Steinunn, takk fyrir að koma og ræða þetta mikilvæga mál. Takk sömuleiðis. Og við setjum hér áfram og ætlum að halda áfram að reyna að skilja heiminn sem við lifum í og okkur sjálf í leiðinni. Þarstan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.